Róman, klárum við að leiki í gær, hvað svona hafið farið yfir og hvað er að svekkja þig mest yfir? Það var alveg svona fyrir áleikurinn svona sem var úr dýr. Fóku 90 mörk var bara ómikið og og út frá því voru nokkra svona sinnur sem við hefðum þurft að klára betur, og líka náttúrulega við vorum með eitthvað að tækifærum í seinni hálfleik en sem við náðum ekki að nýta. Erfitt að líka elta gegn svona þjóð? Já, einmitt, þeir eru góðir í þessu og spila alveg inn á þetta, þannig að þetta var eiginlega bara svona draumascenaríó fyrir þá, held ég. Tölfræðin ekki með okkur gegn Króatíu bara frá því að Króatía var þjóð kringum 1992, eitthvað sem í leik Króata sem bara hentar okkur alls ekki? Veit það ekki, þú veist, bara taka út frá kannski í leiknum í gær, þetta er svona, þeir eru náttúrulega bara stórir og sterkir varnarlega, og taka mikið pláss og við erum svona kannski, match-upið er kannski svona, hendur ekki alveg, þannig að við þurfum kannski aðeins að breyta okkar leik og veit ekki hvort að það sé að trufla okkur á mikið, en annars er ég ekki með einhverjar skýringur á sögunni, En það virtist svona allavega þið voru með annað plan gegn þessar 5-1 vörn í gær heldur frá í fyrra, boltinn gekk miklu hraðar á milli manna og því sem það byrjaði ekki með einni sendingu árans heldur voru að láta bolta ganga frá vinstri til hægri og síðan voru að nota blokkina til að stöðva eitthvað flæði á þeim og það gekk vel, ég meina við skorum 29 mörk í þessu leik og mögulega á það að ganga en þú veist það hefur verið að tala um svona einfaldan eða svona síendurtekningar árásir aftur og aftur og aftur hefur ykkur svör við því þegar sérfræðingar að tala um það? Nei, mér byrja bara planinu, mér planið gott sem við vorum með og við vorum að fá ágætisfæri þó svo við hefum kannski geta mixað þessu upp, þannig að það hefði kannski verið hægt en mér fannst við vera með fínt plan, farandi inn í leikinn og geta framkvæmt það fannst mér bara aðeins betur en við vorum samt alveg effektífir, svona mestmagnis. Þannig að það er svona alveg þá pælingar, hvort að við erum með eitthvað fleiri varianta veit ég ekki, það er alltaf auðvitað að segja eftir á en okkur leið, allavega mér og liðin held ég bara leið þokkalega, allavega sóknarlega. Getur ætlast til að fá meira frá þér úr opnum leik? Það var tölfræðin eftir leik að hversu fá mörk þú ert að skora í opnum leik, þú finnur hann í döðlur þarna í seinni hálfleik, það er eins og við viljum fá aðeins meira af þessu, ertu sammála því eða ertu að gera nóg til að liðið performeri? Nei, við vinnum ekki, þá náttúrulega er þetta ekki nóg og það er bara frá öllum, þannig að í gær var þetta ekki nóg og ég held að hugsi allir þannig og menn líta bara þetta inn á við og vilja bæta sig og það er alltaf hægt að bæta hlutina og klárlega vill maður bara gera meira, það er bara alveg, þannig er allavega að hugsa ég þetta. Svíarnir á morgun henda þeir betur varnarlega? Það er að segja fyrir því sóknarlega? Já, ég veit ekki, það er bara komið ljós og Talaðu að þetta sé svo líkari kannski okkar bolta? Já, það geta alveg verið og einmitt þannig að við skulum bara sjá, ég held er þetta að segja núna, bara sjá hvernig þetta spilast. Hverja telur líkurnar vera á sigri, svo tölfræðin er ekki með okkur, svipað á móti Króatíu, það er alltaf einhver saga á baku þetta, hvernig farið þið inn í þennan leik, horfum við á þetta sem úrslitaleikum þá komast í undanúrslit? Já, þetta er bara mikilvægur leikur, klárlega og við bara þurfum góð úrslit og bara þurfum sigur þannig að við munum stilla okkur þannig inn og erum þannig stiltir. Bara, ég held að við þurfum bara svolítið það er einmitt mikilvægt að koma þannig inn í leikinn og hafa það í huga að það er svolítið dugað að drefast,